Jökull, þið klárið hefðbundna deildarkeppni á 5 sigurleikjum í röð, bara hvernig líður eftir svona stóran sigur? Mér líður bara mjög vel. Það bara góður leikur, við höfum spilað vel og frábært orkustig hjá okkur. Þannig að við höfum bara að eiga sigurinn fyllilega skilið. Hvað er að tikka? Bara maður getur alltaf orðað þeirra á toppréttum tíman, auðvitað úrslitakeppnin framundan, en það er virðist fátt sem stoppar ykkur. Þeir jafna metin fljótlega eftir þið komist yfir, en þið eru ekki lengi að komast aftur yfir og klára þetta bara örugglega, finnst manni. Já, mér finnst þetta bara betra lið í dag. Við hafum engar áhyggjur. Færi þeirra í fyrri hálfleik var langskot upp í skeytin, þannig að öðru leyti þá var fyrri hálfleikurinn okkar, seinni hálfleikurinn fannst mér jafnari og þetta herja þeirra á okkur í lokin og það er eðlilegt. En mér finnst við gera vel, mér finnst við verjast vel og það sem er að tikka fyrir okkur er bara við erum með sterkt lið, við erum, þetta lið er komið langt, en svo er þetta bara einn leikur og við ætlum ekki að rífa okkur upp til skýja fyrir að vinna Val hérna, bara vorum betra lið í kvöld, áttu sigur í skilið og við þurfum bara að hafa fyrir öllum til þess að vera tilbúin í næsta leik. Takið fórustuna tvisvar í leiknum og haldið þetta út og eins og ég segi bara örugglega, bara hvernig hlýtur að vera ánægð með bara hvernig frammistaðan var sérstaklega bara í seinni hálfleik, það var ekkert sem var að bíta á ykkur og bara kláruðu þetta svona fagmannlega, getur maður kannski orðað? Já, þetta er sterkasta frammistaðan okkar af síðustu nokkrum leikjum og komum miklu betur inn í þennan leik en síðustu leiki og það er nú bara leikmaður sem var í banni hjá okkur sem á heiðurinn á því, Alex Þór, sem í rauninni bara setti upp mjög sterkt mental gameplan fyrir liðið og já, mér finnst þetta heilt yfir töluvert betri leikur en síðustu leikir. Alex Þór spilaði svolítið rullu þótt hann hafi í þessum leik þótt hann hafi ekki verið með í dag. Já, ekki spurning og bara er sterkur og stór hluti af þessum hóp og þessu liði og eins og allir og það er allir að kontribúta en ég nenni ekki að gera eitthvað meira úr þessum leik en hann var, þetta er bara sterkur sigur en við áttum að skilið og svo fyrir við bara næsta leik. Talað leikmann, Samúel Kári lætur reka sig út af fyrst annarkvöla spjald undir lokin, ekki svona pínu pirrandi að fá sér gult spjald fyrir svona augljóst brot eða svona lítið eftir á gulu spjaldi? Ég bara nenni ekki að kommenta á það þetta er bara eins og er og ég held að hann er komin í bann hvort þið er á gulum þannig að það var kannski, restin var það aðeins brattari en bara við dílum við það, við vorum með 4 leikmenn í banni daginn. Nú er bara úrslitakeppnin framundan, þetta eru bara 5 úrslitaleikir getur maður sagt, þeir eru komnir núna, þeir eru í 3. sæti en eru það að minnka bilið í toppsæti, bara hvernig líst þér á núna framhaldið þessari úrslitakeppni? Bara mjög vel, bara ég held að sé mjög áhugaverð úrslitakeppni framundan, bæði í efri og neðri hlutanum. Víkingar líta heldur vel út og hafa gert núna í nokkra leiki. 2-3 leiki virðast þau vera stígandi á þeim en annars held ég bara verði hver einasti leikur verður bara fáránlega erfiður og núna fögnum við þessu vel og svo bara fyrir við eigum bara þétta og sterka viku. Jökull, til hamingju með ganga.